Sjálfstæðisflokkurinn með vind í seglum og með öflugum frambjóðendum en ekki síður skýrri stefnu og málflutningi eiga sjálfstæðismenn möguleika á því að standa að loknum kosningum nú í september með fjölmennan og öflugan þingflokk sem gefur styrk til að hrinda hugsjónum í framkvæmd. Komiði sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta er hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Óvenjulegum þingvetri er lokið og það er hægt að gera hann upp með margvíslegum hætti. Tölfræðin hjálpar en segir ekki alla söguna. Hún mælir ekki gæði lagasetningar og svarar engum spurningum hvort samþykkt lög auki almenna velmegun, styrki stöðu atvinnulífsins eða byggi styrkari stoðir undir framtíðina. En tölfræðin leiðir fram að þingið var starfsamt, eins og þingforseti vék að í ræðu áður en þingfundi var frestað. Alls urðu 133 stjórnarfrumvörp að lögum, 11 nefndarfrumvörp og 6 frumvörp þingmanna. Í heild voru því samþykkt 150 lög, en þar með er ekki sagan öll sögð. Alls voru samþykktar 34 þingsályktunartillögur, 21 stjórnartillaga, 7 nefndartillögur og 6 þingmannatillögur. Ráðherrar svöruðu 261 skriflegri fyrirspurn og 18 munnlegum. Og það virðist vera orðin sérstök listgrein sumra þingmanna að leggja fram fyrirspurnir allt og ekkert og óska eftir upplýsingum sem oftar en ekki liggja fyrir opinberlega. Og líkt og alltaf, þá stendur einn þingmaður eftir sem ræðukóngur. Að þessu sinni var það Birgir Þórarinsson, þingmaður Miðflokksins, sem ekki ókunnugur þeim titli. Hann talaði í 1 sólarhring, 3 klukkutíma og 20 mínútur í 324 ræðum. Þetta er liðlega 5 sinnum lengur en sá hér talar og ég tala töluver tægar en Birgir. Ég hef í gegnum árin verið gagnrýninn á þann mælikvarða sem flestir styðjast við þegar lagt er mat á þinghald, frammistöðu ráðherra og þingmanna. Fjöldi afgreiddra mála, lagafrumvarpa og þingsályktunartillagna segir lítið sem ekkert gæði og störf löggjafans. Raunar er hægt að færa rök fyrir því að eftir því sem meira er afgreitt því verra sé það fyrir almenning og fyrirtækin. Lífið verður oftar flóknara og oftast en ekki verða byrðarnar þyngri. Hvatinn til að afgreiða þingmál er sterkur, ekki síst hjá ráðherrum. Störf þeirra eru vegin og metin af fjölmiðlum en ekki síður þingmönnum út frá fjölda frumvarpa sem þeir leggja fram á hverjum þingvetri. Gæði frumvarpa er eins konar aukaatriði. Efnisinnihald skiptir minna máli en að leggja fram lagafrumvarp. Hvatarnir eru því rangir og óheilbrigðir. En þrátt fyrir allt var margt vel gert. Síðustu 2 löggjafarþing hafa einkennst mjög af baráttunni við efnahagslegar afleiðingar kórónuveirunnar. Á síðustu 2 þingum hafa 57 lagafrumvörp verið samþykkt til að verja samfélagið, fyrirtækin og heimilin. Í flestu hefur tekist vel til. Framleiðslugetan var varin og þannig tryggt að atvinnulífið sé í stakk búið til að grípa tækifærin þegar þau gefast þegar við komumst út úr kófinu endanlega. Ég fullyrði að við þá vinnu hafi þingmenn sýnt sínar bestu hliðar, verið samtaka í mótvægisaðgerðum þótt auðvitað hafi meiningarmunur verið í einhverju. Það er örugglega rétt hjá forseta þingsins að mótvægisaðgerðirnar hafa átt sinn þátt í því að traust til Alþingis hefur aukist verulega úr 23%
í febrúar á liðnu ári í 34% á þessu. En eins og alltaf var hamagangur í öskjunni á síðustu vikum og dögum þingsins og kannski meir en oftast áður þar sem kosningar eru skammt undan. Ég ítrekaði oft við félaga mína í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og einnig við nokkra samverkamenn í stjórnarliðinu að sum mál, frumvörp ríkisstjórnar og þingmanna, væru einfaldlega þannig að hvorki himinn né jörð myndu farast þótt þau dagaði uppi og yrðu ekki afgreidd. Raunar væru nokkur sem aldrei mætti samþykkja. Þegar ég líti yfir þingveturinn er ég þó þokkalega sáttur. Baráttan gegn alvarlegum efnahagslegum afleiðingum kórónuveirunar tókst í heildina vel. Þrátt fyrir þrengingar voru ýmsir skattar lækkaðir, byggtar undir nýsköpun og sprotafyrirtækjum með skattalegum hvötum, ríkisstofnunum var fækkað. Ráðherrar Sjálfstæðisflokksins beittu sér fyrir einföldu regluverks, afnámi úreltara laga og stigin voru mikilvæg skref í stafrænni stjórnsýslu. Það var einnig sérstaklega gleðilegt að undir forystu Bjarna Benediktssonar voru stoðir almannaheilla samtaka styrktar með því að innleiða skattalega hvata fyrir einstaklinga og fyrirtæki til að styrkja starfsemi björgunarsveita, íþróttafélaga, líknarsamtaka og fleiri almannaheillafélaga. Íslenskt samfélag mun njóta þessa ríkulega í framtíðinni. Komið var í veg fyrir lögþvingaða sameiningu sveitarfélaga, hálendisþjóðgarðurinn var ekki að veruleika, enda útilokað að afgreiða fyrirliggjandi frumvarp með öðrum hætti en að vísa því aftur til ríkisstjórnar. Hvernig staðið var að verki við frumvarpið er skólabókardæmi hvernig ekki á að vinna ef ætlunin er að mynda sátt og samstöðu meðal almennings, landeigenda og sveitafélaga mikilvægt mál. En svo voru tekin hættuleg skref. Ríkisstyrkir til sjálfstæðra fjölmiðla voru samþykktir. Ég satt hjá, sem er yfirlýsing stjórnarþingmanns andstöðu við ríkisstjórnarmál. Á sama tíma satt fast í nefnd frumvarp mitt og Brynjars Níelssonar að draga ríkisútvarpið í áföngum út af samkeppnismarkaði fjölmiðla. Með samþykkt þess hefði rekstrarumhverfi sjálfstæðra fjölmiðla orðið heilbrigðara, en meirihluti þingheims hefur ekki burði til slíkra aðgerða og valdi því ríkisstyrki. Ýmis framfaramál náðust ekki fram, en verða verkefni á komandi kjörtímabili. Þolinmæði og stefnufesta skila árangri. Þetta þekkja sjálfstæðismenn betur en aðrir í baráttu gegn forræðishyggju. Hægt og bítandi nær frelsið yfirhöndinni. Í þeirri fullvissu er gott að leggja upp í kosningabaráttu. Ég hef ítrekað haldið því fram í ræðu og riti að Sjálfstæðisflokkurinn verða að lýsa því yfir að hann sé flokkur atvinnurekanda, flokkur launafólks, flokkur bænda, flokkur þéttbýlis og dreifbýlis, flokkur þeirra sem þurfa á samhjálp að halda, flokkur unga fólksins og þeirra sem eldri eru, flokkur sem brúar en sundrar ekki. En fyrst og fremst á Sjálfstæðisflokkurinn að lýsa því yfir með skýrum hætti að hann sé flokkur hins venjulega Íslendings. Og það er á grundvelli þessa sem ég lagði drög að verkefnalista fyrir frambjóðendur. Eðli máls samkvæmt er slíkur listi ekki tæmandi en gefur ef til vill innsýn í mörg þeirra verkefna sem ég tel að sjálfstæðismenn eigi að sinna á komandi árum. Við, þar að segja sjálfstæðismenn, eigum að leggja áherslu á hag millistéttarinnar, á hagsmuni launafólks. Við skulum koma aftur á einu þrepi í tekjuskatti, en innleiða leið stiglækkandi persónuafslátt eftir því sem tekjur hækka. Við erum sannfærð mikilvæg þess að stefna í skattamálum eigi að mótast með hliðsjón á samkeppnishæfni landsins, fyrirtækjana jafnt sem launafólks. Við vitum að grundvöllur jafnréttis er fjárhagslegt sjálfstæði einstaklingsins og við skiljum samhengið milli fjárhagslegs sjálfstæðis, lágra skatta, atvinnufrelsis og velsældar. Við eigum okkur þann draum að allt launafólk verði eignafólk og fjárhagslega sjálfstætt.
Við viljum tryggja að ungt fólk eigi að minnstakosti ekki síðri tækifæri til að eignast eigið húsnæði en foreldrar þeirra, afar og ömmur. Okkar skjaldborg séreignarstefnuna svo fólk eigi raunverulegt val það hvort það vill eiga eða leigja þak yfir höfuðið. Við munum tryggja réttindi borgaranna gagnvart hinu opinbera, standa vörð friðhelgi einkalífsins, eignarréttin, trúfrelsið og réttin til tjáningar og félagafrelsi. Við eigum að innleiða og standa vörð netfrelsi og upplýsingafrelsi borgaranna. Við þurfum að tryggja að launafólk hafi aukið valfrelsi lífeyrissjóð leið og við viljum auka möguleika þess til að taka beinan þátt í atvinnulífinu með skattalegum hvötum. Við ætlum að gera ríkari kröfur til opinbers rekstrar, auka skilvirkni og gera þjónustuna betri, fá meira fyrir peningin. Við höfnum því að öll vandamál verði leyst með auknum ríkisútgjöldum. Við viljum koma á samstarfi ríkis, lífeyrissjóða og annara fagfjárfesta við uppbyggingu hagrænna innviða, ekki síst í samgöngum. Við verðum að innleiða samkeppni á flestum sviðum til að tryggja hagkvæma nýtingu fjármagns og vinnuafls, góða þjónustu og hagstætt verð. Við eigum að gera það eftirsóknarvert að stofna og eiga fyrirtæki, setja sjálfstæða atvinnurekandann aftur á sinn stall, hætta að refsa framtaksmönnum fyrir að ná árangri í rekstri, einfalda regluverk og ýta þannig undir heilbrigða samkeppni. Við hrósum framtakssemi og gleðjumst yfir velgengni samferðafólks okkar og viljum ryðja hindrunum úr vegi frumkvöðla. Við sjálfstæðismenn ætlum að draga úr samkeppnisrekstri ríkisins við einkaaðila, gera leikina minnstakosti sanngjarnari, jafnt á fjölmiðlamarkaði sem í öðrum atvinnugreinum. Við viljum nýta fullveldi þjóðarinnar í samskiptum við aðrar þjóðir á jafnræðisgrunni. Kjörorð okkar að fjölga tækifærunum en ekki fækka þeim, líkt og sumir stjórnmálaflokkar hafa dagskrá sinni. Við skulum opna alla stjórnsýslu hins opinbera þannig að almenningur geti fylgst með gerðum og ákvörðunum stjórnmálamanna og embættismanna. Við viljum leiða umfangsmikla fjárfestingu í heilbrigðiskerfinu. Við erum óhrædd við að nýta kosti einkaframtaksins í heilbrigðisþjónustu en stöndum vörð hugsjónina að allir séu sjúkratryggðir, óháð efnahag, tryggjum valfrelsi þeirra og komið í veg fyrir tvöfalt heilbrigðiskerfi. Skipulag heilbrigðisþjónustu á að taka mið af þörfum hinna sjúkratryggðu en ekki kerfisins. Öflug heilbrigðisþjónusta byggir á samþættingu og samvinnu hins opinbera og sjálfstætt starfandi aðila. Við ætlum að huga að grunnþáttum menntunar, innleiða samkeppni og auka þar með valmöguleika ungs fólks til menntunar. Við viljum styrkja iðn og tækninám og gera það enn eftirsóknarverðara. Fyrst og síðast ætlum við að styrkja menntakerfið sem öflugasta tæki sem við eigum til jöfnunar. Við verðum að stokka upp almannatryggingakerfið, innleiða nýja hugsun við að aðstoða þá sem þurfa á því að halda. Við skulum tryggja fötluðum raunverulegt valfrelsi í þjónustu óháð búsetu. Við þurfum að segja tæknilegum kratisma upp störfum og taka völdin að samfélagsverkfræðingunum, berjast fyrir heilbrigðu þjóðfélagi með gamalt kjörorð í huga, gjör rétt, þol ei órétt, sem vísar til þess að við viljum að sanngirni og virðing séu öllum samskiptum. Ekkert af því sem hér talið upp ætti að koma á óvart, að minnstakosti ekki þeim sem þekkja mínar skoðanir og hugsjónir, en margt ótalið sund mikilvægt. Rafræn stjórnsýsla gefur tækifæri til að veita betri og ódýrari þjónustu, einfaldar líf fólks og fyrirtækja, en gefur leið tækifæri til uppstokkunar í stjórnsýslunni allri. Verkefnalistinn svo sannarlega langur. Hvort okkur tekst að hrinda öllum verkefnum í framkvæmd og kláraðu ræðst ekki síst af úrslitum kosninganna í september næstkomandi. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.